Hér er Róló. Þú ert að leika í Pabba-Helgum. Já. Hvernig kom það til? Ég fekk bara símtal frá Nönnu Kristínu Já. sem hún bað mig að koma í pröfur. Hvernig var að leika? Það var bara mjög gaman. Þetta var í fyrst sinn sem ég var svona fyrir fram myndavél. Já. Það var mjög gaman. En þú hefur verið að leika eitthvað áður, eða ekki? Að vera á námskeiðum? Já, ég er búin að æfa leiklist frá ég var 7 ára. Það var í söng og leiklist. Það var fyrst staðsett í Borgarleikhúsinu en er núna í Þjóðleikhúsinu. Já. Og ég er nýútskrifuð þaðan. Veist þú hvernig það virkar? Ó, þetta Jó, ok, já. Er þetta eitthvað bila? Við pröfum þú að standa á þessu. Á þetta snúast? Ég veit það ekki alveg. Veitu? Alright! Þetta er ekki að gera sig. Nei. En leiklist, Já. hefur það alltaf verið, er það draumurinn? Það var ekkert alltaf draumurinn, en ég hef bara svona að fá meira og meira áhuga fyrir því, bara núna með árunum. Já. Mér alltaf finnst það mjög gaman, en ég hef aldrei eitthvað svona endilega séð eitthvað rosa framtíð í því. En ég hef mjög mikið áhuga á því, sko. En hvað var svona í Pabba-Helgum, þegar þú voru í tökum? Hvað var svona erfiðast á setti? Ég var náttúrulega bara eina á mínum aldrei þarna, þannig að kannski bara að svona bíða og vera bara svona ein að bíða, að læra. Svona, en mér fannst þetta allt rosa skemmtilegt. Þegar þú varst að undirbúa þig, Já. karakterinn þinn, Þorköllu, hvernig gerðir það? Sko, mér langaði, eða þú veist, ég fekk að vita að þetta á ekki að vera svona vandræðaúlingur. Þetta er bara mjög venjuleg úlingsstelpa sem bara díla við þennan skilnað foreldra sína. Þannig að ég var bara að setja mig í sporin hennar. Það sem að hún er bara venjuleg stelpa en hún er að ganga í gegnum þessa erfiðleika. Já. Og já. Tengdir eitthvað við hana? Eða varst þú vandræðaúling? Ekki á þessu sviði. Foreldrar mínir ennþá saman og svona en ég skil náttúrulega hvernig það er að vera úlingsstelpa þannig að það var fínt. Svo fekk ég líka ekkert að vita á baksöguna af því ég fekk bara að vita hvað ég átti að segja og hvenær ég átti að segja það og ég fekk að vita að foreldrar mínu væru ósáttir en sem mér fannst þetta ótrúlega flott að því það er svolítið eins og þetta er í alvörunni. Ég fæ ekkert að vita alla söguna hjá foreldrum mínum. Ég fæ bara að vita það sem ég sé og heyri. En í framtíðinni, hvað er planið þá? Ég veit það ekki. Ég er bara að gera núna það sem ég er skemmtilegt að gera og ég ætla bara að sjá hvert það leiðir mig. Já. Pröfa Renegade. Já. Renegade. Berir á fljúandi deppir þú minn Aladdin. Allt í móðu heiti sviti, þvali líka mar og skýri liti. Draumur eða talsín byði að klípa mig. Stórar hendur, ég vil meira, ekki hætta, ég vil meira, meira, meira og meira. Ég vil bara vera þín. Þetta er ekki gott. Nei. Hvað myndir gefa þessi einhvern? 3 3? af 10. Já, ég er á sama státu. 3. Já.